ég var náttúrulega að stækka þetta. Já, ég er búinn að stækka þetta. Já, þetta alveg alltaf skjáin, eða ekki? Jú. Ég var mikið hvað sem hérna. Jæja, en heyrist hljóður? Það ætti að heyrast. Já. Já, það heyrist. Ok. Hann tekur meira svo okkur sem út í sal líka. Ok. Það koma spurningar eða eitthvað. Heyrist mjöttið allavega. Já, jæja, heyrist hljóðið. Heyrið þér? Já. Það bara, þau verið að afsaka bara, nú tala ég til allra út í kosmósunum. Þau verið að afsaka það að við náðum ekki að koma glærunum beint streymi. En þetta skárum ekki neitt og við sendum glærurnar bara út sem hérna, út á síðurnar. Já. Og grúfurnar og hinga á þangað, þannig að fólk getur það, það ekki, getur fengið að skoða glærurnar. Bara endilega, það bara alveg sjálfsagt mál, sko. Það sér þó allavega hérna svona eitthvað og svo verður sko, ef tækni bregst ekki þá hérna verður þetta til sem vídeó inn á Facebook síðunni og það er hægt að skoða þetta hvernig sem er. Ok. Það er það ekki bara. Ég vil bara bjóða okkur velkomin og sérstaklega bjóða Einar og Guðrún velkomin og alltaf að vera innan með fyrirlestur. Svo svona eina kynning sem bara sjálfur. Gjör svo vel. Þakka þér fyrir. Já, eins og ég segi, ég heiti Einar og hérna ég vil þakka ykkur hérna sérstaklega hjá Parkinson samtökunum hérna fyrir norðan að bjóða okkur hingað. Og hérna, og ástæðan fyrir því að við vorum að koma hingað er einmitt þetta að hérna ég ætla aðeins að segja svona frá sjálfum mér og hérna minni hlið á því hvernig þetta var hjá mér áður en að ég greinist og hérna hvað hefur gerst síðan og síðan hérna fá þess að heyra sko Guðrúnarhlið sem náttúrulega mjög fróðlegt því að það náttúrulega allt önnur hlið sem kemur þar fram sko heldur en það sem ég að tala Svona í upplegginu þá þetta kannski voðalega mikið hérna sem ég að tala er í sambandi við sko hreyfingu og þar hef ég verið rosalega aktífur í að hjóla og hjólreiðar. Hafa verið svona mín ær og kýr eiginlega síðustu árin eftir ég greindist og ég nota það mikið sem mína svona þerapíu til þess að halda niður sjúkdómum og reyna að vinna með hjólreiðarna sem af því að það er eina sem ég hef heyrt að geti hjálpað okkur að hægja á þróunin á sjúkdómum. Ég er 61 árs viðskiptafræðingur og greindist fyrir 7 árum síðan og ég er giftur og 4 barna faðir og 1 barnabarn. Nú sko ég er fæddur í Reykjavík og ég var svolítið hugsað til þess að ég kom hingað norður en það er alltaf ósvalega gott að koma hérna norður því að langamma mín hún bjó hérna í gamla gilinu á sínum tíma og þar ólst amma mín upp og hún hét Jóhanna og var spákona mikil á sínum tíma og fiskverkakona og svo hafa pabbi og bróðir hans verið voru báðir í Emma á sínum tíma og maður hefur heyrt alltaf mjög góðsagnar sögur af því þegar þeir voru hérna í skólanum og þannig að ég svona á svona minningar það að í hvert skipti sem ég kom hérna norður þá hafa þessar sögur verið sagðar. Þannig að mér þykir mjög vænt að vera hérna hjá ykkur sko. En ég er fæddur í Reykjavík og ég ólst upp í Árbænum og ég gerði eins og fleiri fór í sveit og vann hjá pabba mínum. Hann átti fyrirtæki sem að kannski einhverju kannast við sem að heitir Ámann og var með mikið heimabruggi hérna á sín tíma og var alveg að vinsæll. Já, það var til útibú hér á sín tíma sko. Og síðan fór ég í viðskiptafræði, ég vann líka í Hvalnum og fór í viðskiptafræði og þaðan þegar ég kláraði hana þá tók ég mér starf sem fjármálastjóri hjá fyrirtækinu Hringrós og seinna meir í fyrirtæki sem heit Íslenska Gámafélagið og heitir enn. Og ég kem þarna inn í það fyrirtæki árið 2008 og þá er það mjög krefjandi tími. Það er náttúrulega rétt eftir hrun og við vorum svona á hundavaði að reyna að bjarga fyrirtækinu frá degi til dags og þetta var mikið álagsstarf og þar var ég til 2016.
og mikið stress og svona og ástæðan fyrir því ég hætti það var að ég hélt það væri bara út af því ég væri kulnaður í starfi og ég fannst það gaman í þessu starfi sem ég var í en ég bara ég var einhvern veginn frosinn í því að hjakka alltaf í sama farinu og var orðinn kvíðinn og leiði ekkert sérstaklega vel á þessum tíma sko og hugsaði mjög lítið heilsuna meðan á þessu var og hafði farið í fjallgöngur stöku sinnum og svona reyndi að halda mér í einhverju formi sko en eins og ég segi, ég var í mjög slæmu formi á þessum tíma og ég ætlaði að taka mér 2016 bara svona langt sumarfrí og svo ætlaði ég að halda áfram að finna einhverja vinnu þegar ég var búinn að taka þetta sumarfrí og það einhvern veginn gerðist ekkert einhvern veginn haustið 2016 og ég átti bara mjög erfitt, ég var reyndar í ýmsum svona stjórnunarstörfum og svoleiðis sko sem ég svona fleytti mér áfram á sko en ég var einhvern veginn mjög tregur að reyna að finna mér nýja vinnu sko. Á sama tíma þetta að gerast að þá eru vinir mínir sem voru allir eitthvað rosalega spenntir fyrir því að fara að hjóla eitthvað og ég þessi hvað það eiginlega, til hvers að fara að hjóla, ég held að maður afgreitti það mál bara þegar maður var lítill krakki og kláraði það dæmi einhvern veginn og þessi vinir mínir þeir voru byrjaðir að fara að hjóla og skráðu mig í hjólreiðadeild Víkings bókstaflega sko. Það var einn vinur minn sem sagði bara heyrðu þú átt að koma með mér í Víking og byrja að hjóla með okkur sko. Og ég fór og byrjaði og fór á eina æfingu og svo æfingar reyndist vera 50 km löng og það var nú svolítið, mér fannst það svolítið bratt sko. Og svo næsta, hún var 80 km og svo þriðja sko 100 km og ég spurði bara vinnin hvernig þetta eiginlega í þessum æfingum? Þetta bara svona exponential fallið eitthvað upp á við skiljur? Þetta verður þetta 1000 km eftir nokkra vikur eða eitthvað? Og hann sagði að svo var nú ekki en ég var svona, mér fannst þetta mjög spennandi en mér fannst það sko svolítið skrítið að fullorðið fólk sko sem var komið yfir 50 væri að hjóla þetta eins og vitlausir menn sko. Það er kannski dýrt. Já, einmitt. En og á fyrstu æfingunni þá gerist það náttúrulega sem gerist yfir alltaf þegar maður byrjar að hjóla á svona reisir að ég var svona með petala sem ég var fastur í og það var einn sem sagði sko þegar ég var að koma hann á fyrstu æfingunni og sagði er þetta fyrsta æfingin? Já, þú munt detta, það er alveg víst og ég var alveg nei, ég ætla sko ekki að detta, ég ætla að sýna þessu liði, ég ætla sko ekki að detta. En það sem ég var náttúrulega í engu formi og ég var alltaf aftastur í hópnum að við fórum þarna upp í Mosfellsdalinn og ég var náttúrulega aftastur í hópnum sko og þegar allir voru komnir á bílaplanið hjá Gljúfrasteinum að þá kem ég móður og másandi inn á bílaplanið og leið og ég kem þá gleymi ég náttúrulega að losa mig úr klítanum hjóla niður 3 aðra hjólara og datt síðan sjálfur með sko. Þannig að sko þetta áheyrnist að detta ekki, það gekk ekki mjög vel þarna sko. En allavega þetta var það svona fyrsta reynsla mín af því að detta eins og það sagði að ég myndi gera. En ég var mjög svona slæmur í líkamanum og mér fannst þetta að vera sko þetta var að hálfgerð vitleysa sko, að vera komin yfir 50 og vera að hamast þetta á hjólinu eins og vitlaus maður eins og þeir voru. En það var ekki nóg með það, heldur voru þeir að þessi félagar mínir að setja saman hóp af hjólurum sem voru yfir 50 ára gamlir sem ætluðu að hjóla hringinn í kringum Ísland í svokallaða Cyclothoninu sem var á sínum tíma mjög vinsæl hjólakeppni þar sem við hjóluðum hringinn í kringum landið og þetta er svona boðhjól þar sem við skiptumst á að hjóla og eins hratt eins og við mögulega getum sko. Og þarna var ég skráður sem nýlið inn í hópnum og ég fekk að vera með stóru strákunum, var nýlið inn í hópnum og þetta var mjög öflug sveit og elsta keppnisliðið og þar á meðal voru nokkrir Íslandsmeistari í sínum flokkum.
og við vorum græjaði með rútu þar sem búið var að taka úr öftustu bekkinu svo hægt var að leggja sig með hjólakerru í aftanefagni. Og ég fekk að spreita mig á því að hjóla þarna í Hvalfirðinum, Borgarfirði, Bröttubrekku, Húnavatnssýslu, Skagafirði, Eyjafirði, Víkurskarði, Möðrudalsöfði, Öræfi, svo þar til komin í Staðarsveit og Víkursuðurland og heim aftur. Það var oft ansi naburt að þurfa að vakna, illa sofinn, blautur og sveittur til að drífa sig út úr rútunni og gefa allt á hjólinu og í öllum öðrum. Svo var það líka sérstakt með þessa keppni var það að það var líka keppni að komast á undan stormi sem var spáð þarna fyrir austanland. Og við komumst fyrir þann storm en það voru 30 lið sem voru flautuð af því að þau lenti inn í miðjum storminum og það var bara ekki talið vera bara hægt að hjóla þetta sko. En já. Svo kemur þetta örlagaríka ár 2018. Eftir hjólreiðakeppnina þá fór ég að draga úr æfingum og þar sem ég var að glíma við vöðvabólgu sem ég hélt að staða af því að ég hefði brotnað á putta í bílslysi sem ég lenti í árið 2012. Vinstri höndin var alltaf kreft og ég átti það til að höndin kreftist saman. Ég var dofinn og tilfinningalaus í henni. Ég held þetta stafaði að puttanum að hann greri nefnilega aðeins vitlaust þannig að hann var alltaf svona í boginn sko. Og löppin á mig farin að drattast aftur úr og bakið var að drepa mig eftir hjólreiðatúra. Þar að auki var ég alltaf með opinn munninn þar sem það teygðist alltaf á kjálkanum á mér, höndin sveiflaðist lítið sem ekkert og ég var oftast eins og í fatla. Reyndi að laga þetta eftir athugasemdir konunnar en fór alltaf í sama farin. Og öll drift var farin og ég var farin að einangra mig, þar að segja ég var farin að draga mig út úr alls konar félagsstarfi sem ég var í. Mér langaði bara ekkert að hitta fólk. Ég sem alltaf hafði verið svo félagslindur. En ég lét þó verða að því að leiðast að fara í hjólreiðakeppni sem heitir Vesturgatan. Ég átti ennþá óþolandi vini sem létu mig ekki í friði og drófum í þetta. En það er hjólaleið frá Þingeyri í Dýrafirði yfir Arnarfjörð, gegnum hátt fjallskarð og gegnum gróft sjávargrjót yfir Lokinhamradal fyrir nesið og aftur til Þingeyri. Ég var mjög óöruggur á þessari ferð, alltaf að detta, enda leiðin erfið og í allan tíman tilfinningalaus í báðum höndum, skítrættur að geta ekki bremsað í bröttustu brekkunum. Þá fljótlega orðinn aftastur með björgunarbílinn fyrir aftan mig, sem sáum að sópa upp og ganga frá eftir keppnina. Þeir spurðu mig reglulega hvort þeir ættu ekki að kippa mér upp í, en ég neitaði alltaf með samanbitnar tennur og að láta af þrjóskunni. Tókst þó að lokum að draga upp eina stelpu sem að rétt áður en við komum í mark og beið eftir henni svo við getum klárað þetta saman. Komum saman í mark en minn tími var 1 sekúndu lakari, svo ég fekk þann heiður að vera síðastur í keppninni. Þar sem eftir að sumar hjólaði ég lítið sem ekkert. Ég var orðinn þunglyndur á þessu ástandi á mér. Það var enga svör að finna hvað væri að mér. Á þessum tíma fór ég reglulega í sjúkraþjálfara og einn í heimsókninni sagðist hún hafa brugðið að sjá hversu illa ég leit út. Hann kannaðist við Parkinson án þess að segja það upphátt við mig og mældi með því að ég pantaði mig tíma hjá taugalækni. En ég er nú þannig gerður að ég er nú frekar erfitt með að leita mér hjálpar. Það er einhverju aðrir sem þurfa miklu frekar á þessum mikilvæga læknum að halda og ég get ekki verið að taka tíma frá þeim. Lét þó tilleiðast, gat ekki annað og pantaði tíma. Fékk tíma hjá Önnu Björnsdóttur þann 7. nóvember 2008. Í þessari fyrstu heimsókn minni til hennar Önnu þá gerði hún alls konar hreyfipróf á mér og spurði mig spjöran úr. Og niðurstaðan, þú ert með Parkinson. Parkinson hvað? Já, ég sá það eiginlega á þér þegar þú komst labbandi inn ganginn, sagði hún. Það er svolítið undarleg tilfinning fyrst að fá þessa greiningu, en við það vöknuðu upp alls konar spurningar. Hvað þýðir þetta? Er ég dauðvona? Á ég eftir að lamast? Á ég eftir að verða spítalamatur það sem eftir er?
Anna róaði mig og sagði að ég væri ekki dauðvona, en að þetta væri stigversnandi sjúkdómur og að ég gæti alveg á 10 góð ár framöndan. Og við það fór klukkan að tifa. Nei, þannig var það allavega það sem hún sagði því, sko. Þarna var ég 54 ára gamall, með stóra hluta lífsins eftir ólifað, að hugsa það hvernig ég yrði þegar ég væri 64 ára, þegar sjúkdómurinn fær verulega að trufla dagleg starf og athafnir. Þrátt fyrir allar þessar hugreiningar, þá var mér létt við þessa greiningu. Allt var betra en að lifa þessa óvissu, að vita ekki hvað væri að mér og finna meiri og meiri vanlíðan frá degi til dags. Ég spurði hana þá, þá ekkert sem ég geti gert? Þá sagði hún að það væri ekkert til sem að stöðvaði þróunina, en hreyfing í miklu mæli geti hægt á þróuninni. Og að lokum sett hún mig á lyfjaáætlun sem ég átti að fylgja. Þegar heim kom fór ég að hugsa og rifja upp. Hvenær eiginlega fyrstu einkennin hefur komið fram? Þá rifjaðist það upp fyrir mér bílslysið sem ég lenti í febrúarinn 2012. Ég hafði orðið fyrir töluverðu höggi og braut á mér beinið í lófanum sem tengdist við litla putta vinstri handar. Ég var settur í fatla svo þegar ég kom að því að taka gifsið og losa mig úr fatlanum, þá hélt ég áfram að halda henni að mér hendinni sem sveiflaðist lítið og átti erfitt með að vera eðlilegri stöðu. Og þarna áttaði ég mig á því að fyrstu einkenni sjúkdómsins komu í ljós 6 árum áður en ég greindist. Þetta útskýrði margt. Kannski var ég ekkert í kulnun í vinnunni. Þetta var ástæðan fyrir því að ég var svona sveiflaus og ómögulegur í skrokknum. Við þetta fór ég að hugsa, þýðir þetta að ég í ennþá styttri tíma til stefnu miðað við þessa 10 ára reglu. Á það bara 4 góð ár eftir að verði ég orðin örkumlega 58 ára eða árið 2022. Og hvað er svo Parkinson? Frá fyrsta degi eftir að ég var að læra hef ég verið að læra sjúkdóminn, hvaða einkenni ég er að upplifa og hvað ég geti gert til að bregðast við. Það eru skráðið yfir 50 einkenni sem stafa af sjúkdómnum. Allt frá vægum skjálfta yfir í allsherjar frost, frá almennu þreytu yfir í örmögnum, þreyta yfir almennu sinnuleysi. Og ég upplifaði meiri hlutan af þessum einkennum í mismiklu mæli. Og eins og hérna ég talaði hreyfigetu, geta taktur, drift, svefn, geðslag, melting, hjarta, þið þekkið þetta öll, sko. Þið kannist við þessari einkenni, sko. En allt frá fyrsta degi hef ég verið að gera tilraunir með skömmtun á lyfjum. Hvernig þau henta, hversu oft ég þarf að taka lyf og hvenær ég á að taka það. Ástandsmat á sjálfum mér er mikilvægt svo að ég geti lesið með fyrirbyggjandi hætti hvenær ég á að taka lyf, svo ég lendi ekki í oft tímabilum. Og það eru líka aukaverkanir sem ég er að díla við lyfjunum eins og slen, magavandamál, hvatvísi, lágur blóðþrýstingur og meltingartruflanir. Parkinson-lyfin eru ekki allt, sko. Þó þau hjálpa okkur mikið. En þarna byrjaði nýtt uppaf hjá mér. Allt frá því að ég greindist ákvað ég að koma fram með sjúkdóminn eins og heiðarlega að hátt á mér var unnt. Tilgangurinn var að kynna almenningi fyrir þessum sjúkdómi. Ekki lokast inni með sjálfum mér eins og sjúkdómurinn ætlast að manni og verða hugsanlega öðrum að líði með hvatningu og fyrirmynd. Þessi athyglisýki var til þess að ég var kippt inn í stjórn Parkinson-samtakanna korter eftir að ég var greindur og gerður að gjaldkera samtakanna, hlutverk sem ég gegni enn þann daginn í dag. Já. En með því að tengjast samtökunum þá fór ég að kynnast helling af hetjum sem er eins og ég að berjast í sjúkdóminn. Ein af þessum hetjum er Snorri sem að tengdi mig okkur saman, voru hjólreiðar, en á þessari stundu var ég lítið að hjóla, átti í erfiðleikum með jafnvægið, með verk í höndum og bak og vorkenndi sjálfum mér fyrir stöðuna. En þarna var Snorri sem var búinn að vera greindur í amest og kannski 10 ára lengur en ég. Var búinn að hjóla alla koppagrundir og var enn að. Það er varla til sá vegur sem hann hefur ekki hjólað á Íslandi. Og fyrst hann gat það, af hverju gat ég það ekki líka? Og eldmóðurinn kviknaði, ég fylltist kappi. Ég skyldi sýna sjálfum mér og öðrum að ég gæti barið niður þennan Parkinson draug.
Ég er alveg meðvitaður að líkurnar er ekki með mér, en ég á mér eitt motto. Ég trúi því að það sé til lausn við öllum okkar vanda. Ég veit að þetta hljómar barnalega, en ég tel það betra að trúa því og komast síðar að því að ég hef rangt fyrir mér, heldur en að trúa því að þetta sé vonlaust og komast síðar að því að ég hef rangt fyrir mér. Ég ber ábyrgð á minni eigin helsku, engin annar. Og þá byrjaði ballið. Snorri var búinn að setja saman lið Parkinsons-sjúklinga og heilbrigðra til að taka þátt í WOW Cyclothon 2019. Og þar sem ég var búinn að fara þessa keppni einu sinni áður, þá vissi ég að þetta var erfitt fyrir 10 heilbrigða og hörkuöfluga hjólara. Því gat ég ekki ímyndað mér hvernig þessi hópur ætlaði að hjóla þetta með öllum þeim einkennum og ástandi sem fylgir sjúkdómnum. En þetta lýsir því vel hver stórhuga Snorri er þegar hann tekur sig til. Þegar hér var komið sögu var liðið fullmannað og ég á biðlista enda ekki greindur þegar hugmyndin var til. Á síðustu stundu datt einn keppandi úr liðinu og mér var kippt inn í liðið. Keppinu komu alls staðar frá Skotlandi, Kanada, Írlandi og Englandi og Íslandi náttúrulega líka. Þeir lentu cirka 2 dögum fyrir keppni þannig að við höfðum mjög stuttan tíma til stefnu til að samhæfa þennan ólíka hóp. Markmiðið var að klára keppnina og að vera ekki síðastir. Og það tókst. Þessi hópur hristist þarna saman á þjóðvegi 1, hringinn í kringum landið á þessum og úr þessu var órjúfanleg vinátta sem við lifum af enn þann daginn í dag. Já, við þetta kviknaði hjá mér þessi hjólamanía sem ég er enn að glíma í dag. Og þetta var til þess að ég kúventi alveg mínum lífstíl, breytti honum alveg og venti mínu kvæði í kross. En ég er svo lánsamur að ég á athvarf á Spáni, sem og hér á Íslandi. Það gerir mér kleift að hjóla út í allan ársins hring. Ísland á sumrin og Spánn á veturnar. Ég hjóla mest með nokkrum hjólahópum á Spáni og með hjólahópi Víkings hérna heima. Það er mikill ávinningur af því að hjóla í hóp þegar það klýfur vindinn og kemst hraðar yfir. Og það hefur líka mjög jákvæð áhrif á jafnvægi hjá mér og ég það hefur snarbatnað hjá mér jafnvægið eftir að ég fór að hjóla svona mikið. Svo hef ég á þessum tíma þá hef ég tekið 2 lengri túra í 4 daga túra sem voru þar sem við hjóluðum cirka 120–130 km á dag. Og svo hef ég hjólað nokkra dagstúra yfir 200 km sem taka mismikið á eftir því hver heitt er úti, hvernig vindurinn snýr og hversu mikla brekkur eru á leiðinni. Hver slíkur túr tekur á bilinu 8–9 tíma á hjólinu fyrir utan stoppin. Þannig að meðaltalið þá hjóla ég svona cirka 3–4 sinnum í viku og 3–4 tími senn og cirka 100 km í hvert skipti. Og svo förum við hjónin oft styttri hjólatúra. Eftir að ég útreiðin að Vesturgötu, þá var ég svolítið ragur við það að fara í svona einstaklingskeppnir þar sem ég var með framistöðukvíða á háu stigi. Því þegar maður er að fara langar keppnir þá er mikilvægt að vera rétt lyfjaður, vera rétt nærður og jafnvægi sé í lagi. Því að maður er oft í mjög þéttum hópi fólks og það er eins gott að maður sé ekki að slæta neitt sko. Þarna er maður staddur yfir til miðjum hópi með 100 keppenda samankomnir. Þá er eins gott að jafnvægið haldi í startinu og maður þarf að passa sig sérstaklega upp á jafnvægið í mjög þröngum aðstæðum. Þetta hefur gengið vonum framar og meðaltali í þessum keppnum sem ég hef farið hérna. Það er mót á Suðurstrandarveginum, Kia Gullhringurinn sem er nú búið lagður af. Blue Lagoon Challenge sem er svona grafir, það er á Malavegi. Tour de Ormurinn sem er hringurinn í kringum Lagafljótið og Rift sem er svona líka mjög erfið og krefjandi malarkeppni í kringum Heklu og á því svæði sko. Að þá hefur mér tekist það að vera meðal 35% efstu í þessum keppnum. Og ég held að ég sé eini keppandi sem Parkinsons og ég veit Þetta er mikið skemmtun og reynir bæði á kraft, orku og jafnvægi, sérstaklega í malarkeppnum.
sem hollt að sporna gegn Parkinson einkennum. Og hvað gera svo hjólreiðar fyrir mig? Það er svona alhliða heilsuefling. Til hvers? Til að efla heilsu og hægja á, styrkja samfélagið, hvatning fyrir aðra, safna áheitum. Það hefur verið svona partur af þessu líka hjá mér. Og ég hef líka verið að breyta mataræðinu og ég léttist 15 kíló á 1,5 ári. Og teygja, styrkja, stilla og það er líka mjög góður félagslegu styrkur í þessu sem er mjög mikilvægt fyrir okkur, Parkinson-sjúklingana, af því að sjúkdómurinn veit alltaf að ég er einangri mig. Ég komi mér bara helst ekkert út úr húsi og verði bara heima hjá mér. Nú árangur hefur ekki látið á sig standa. Ég, eins og þið sjáu mjög ánægilegt, ég var að skoða þetta núna bara í vikunni, að tölvan segir, ég trúi alveg blind á því sem tölvan segir, að ég miðað við það ástand sem er á mér, að þá á ég að vera með árangur upp á að vera 53 ára í staðinn fyrir að vera 61 árs í dag. Og svo er þessi VAF-O2 Max, það er svona súrefnisupptakan sem er talið vera einn af lykilþáttunum í langlífi. Segja allavega svona vísindamenn að þarna er ég í topp 1% af þeim sem væri á mínum aldri og mínum kyni, sem er náttúrulega, ég get ekki beðið betra ástand. En það sem er náttúrulega bestu við þetta allt saman er að þegar eftir góða æfingu, að þá finn ég stundum að ég gleymi því í sín með sjúkdóminn. Og ég á alveg til að gleyma því að lifin á réttum tíma því að mér líður bara svo vel og það er ekkert að og ég held að ég sé búinn að sigra sjúkdóminn. Það kemur alltaf þessi hugsanavilla í hausinn á manni. En það er allavega bestu velun sem ég get hugsað mér í dag. Og ég held að þið örugglega tengið við það. Það er ekkert betra við það. Og ég trúi því að Parkinson-sjúkdómur sé lífsstílssjúkdómur sem skýrist af þeim gríðarlega fjölgun þeirra sem greinast með sjúkdóminn í dag. Ef þetta er lífsstílssjúkdómur, þá er hægt að gera eitthvað í honum til að hægja á, stöðva eða snúa við þeirri þróun sem sjúkdómurinn veldur. Þegar það verður bakslag hjá mér, þá er ég að gera eitthvað vitlaust eða ekki búinn að finna réttu aðferðina til að slá á sjúkdóminn. Ég trúi því að lausnin sé þarna úti, það er bara svo ansi erfitt að finna hana. En þó eru nokkrar vísbendingar hvað maður á að gera og hvað maður á ekki að gera til að hægja á. Mér finnst það mikilvægt að halda áfram leitinni því að meðan að maður er á þeirri vegferð, þá fær maður svo góðar gjafir sem verðlauna mann með minni einkennum, skerpu og betra lífi í alla staði. Svo kemur mont síðan ein smá mont síðan sem ég fékk. Að ég var árið 2023, þá var ég kjörinn hjólreiðamaður ársins hjá Víkingi. Það er ekki nóg með þetta sprikl mitt skilaði mér betri líðan, heldur var ég þess heiðurs aðnjótandi að vera kosinn hjólreiðamaður ársins 2023 hjá Víkingi. Þó ég væri hvorki bestur né sterkasti hjólarinn, þá var ég sá sem hafði sýnt mestu framfarir á árinu, ungur maður á upplið. Og á lokahófunum komu saman verðlaunahafar og öllum deildum Víkings en árið hafði verið sérstaklega gjöfult, þar sem þeir urðu bæði Íslandsmeistarar í meistaraflokki í knattspyrnu og í handbolta. Og þarna voru samankomnir eini bestu íþróttamenn landsins á sínu sviði og einn gráhærður Parkinson-sjúklingur 60. Og það sem ég horfði yfir hópið þá hugsaði ég geti verið pabbi þeirra allra. Það var allt krakkar undir 25 ára og yngri. Þannig að þetta var mjög skemmtileg uppákoma og gaman að þessu. Árið sem ég var 60, þá setti ég mér 3 markmið. Fyrsta var að hlaupa 10 km í Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar Parkinson-samtökunum. Ég hafði ekki hlaupið í mörg ár svo ég hélt að þetta yrði bara labb. En svo þegar ég fór að prófa mig áfram, þá var þetta ótrúlega létt. Ég þakka því að ég var búinn að léttast 15 kíló. Svo segja þeir að maður geti hjólað sig í hlaupaform.
og ég var búinn að hjóla töluvert mikið, þannig að það alveg sannaði sig þarna. Í öðru lagi, fyrst að þetta gekk svona vel, þá var það að hlaupa undir 60 mínútum 10 kílómetrana. Það var eins gott að það gerðist, þannig að nokkri vinir mínu voru búin að heita á mig að ef ég tækist þetta ekki, þá ætlu þær að heimta endurgreiðslu. Og svo þriðja lokum var það að klára að hjóla 300 km á einu degi. En það er langleiðin úr Reykjavík til Akureyrar. Og ég ætlaði að gera það á Spáni. Og það var fundið dagur þar sem allir öflugustu hjólararnir getur verið með okkur í hópnum. Við hófum för rétt fyrir dagsbirtu og kláruðum við sólarlag. Hraðinn var góður og skilyrðin góð. En af þeim 12 sem lögðu af stað vorum við 4 sem kláruðum 300 km. Það var 1 Svíi og 1 Íri og svo vorum við 2 Íslendingar sem kláruðum það. Að vísu sko, þú veist, kannski ekki alveg heiðilegt að segja það sé saman að jafna að hjóla sko frá Reykjavík til Akureyrar þegar það er miklu meiri brekkur, við vorum bara að hjóla á sléttum vegi þarna. En samt, þetta er þessi vegalengd sem við fórum og fyrir það er ég mjög þakklátur að hafa geta gert það sko. Nú, frá því ég greindist að þá er ég búinn að vera að bæta mig og auka við hjólreiðarnar í rauninni frá ári til árs. En þegar maður er einu sinni búinn að brjóta múr þá er miklu auðveldara að brjóta hann aftur. Og á ári 2019 þá fór ég 6.000 km, ég hefði bara farið eitthvað, ekki nema 1/4 af því árinu á undan þannig áður en ég greinist sko. Og svo 2020 þá fór ég 8.000 km, en það er eins langt eins og segir ég gerði þessa teikningu á sín tíma sem er frá Íslandi til Bútan sem er rétt hjá Nepal. Ef þú tækir þá vegalengd sko, þá er hún 8.060 km. Og ég farið töluvert að brekkum á þeim tíma sko, á þessum tíma þá fór ég eins og var í 6 sinnum að fara upp á Everest. En samt er þessi orka nú ekki meiri en það að sko, ef ég hefði þurft að drífa mig áfram á þessari orku til að keyra bílinn minn á, þú veist, eins og Fred Flintstone gerði í Steinöldunum, þar sem það var bara svona gat sem hann gæti hlaupið með bílinn sko, þá hefði ég komist sko 156 km á árinu. Þetta er svona nördalegt svona pæling í þessu sko. En ég gerði líka svona skemmtilega ívent þegar ég fór fyrst í gegnum 10.000 km. Þá kom ég heim frá Spáni í byrjun desember og sett af stað svona áskorun sem var líka fjáröflun fyrir Parkinsons-átökin. Og á milli jóla og nýjárs þá tókst mér að klára þessa áskorun og það var búið að vera mikill frost og kalt í veðri. En ég hjólaði úti til þess í 10 stiga frosti 110 km einn daginn og ég viðurkenni það að ég þurfti langt og mjög heitt bað að fara á eftir til að klára það mál. En nóg það. Þá er komið að þessum sko málum sem skipta kannski miklu meira máli heldur en allar þessar hjólreiðar og allt þetta brösmynd á því sko. En allt það sem ég hef sagt hér á undan hefur snúist mig og mína tengingu við sjúkdóminn. Það sem ég gleymi oft í þessum pælingum mínum er að fjölskyldan situr oft eftir með spurningar sem erfitt getur verið að fá svörum. Líkt og ég þarf að aðlaga mig að breyttum aðstæðum þá þarf makinn að gera það líka ef vel á að ganga. Ég viðurkenni að ég er oft mjög upptekinn af sjúkdómnum. Ég get hins vegar ekki gert þá kröfu á Guðrúnu að Guðrún sé það líka. Mín reynsla er að nýta tíman vel með fjölskyldunni og eiga opin samtöl, að muna það að aðrir eigi sitt líf, vonir og þrár og það ber að virða. Okkur tekst best til þegar við eigum opin samskipti og sem tekst ekki alltaf, en við stefnum þangað. Okkur hefur reynst líka gott að stunda morgunhugleiðslu saman sem við endum svo með bæn. Það geta svo hverjir gert á sinn hátt, en það hefur reynst okkur mjög vel. Svo býð ég bara spenntur eftir að heyra Guðrúnu hlýða málum. Ég er enda búinn að heyra hana, en það er nefnilega vinkill sem er mjög nauðsynlegt fyrir mig að heyra og líka bara
og mjög nauðsynlegt að komi fram af því að við getum oft verið svolítið í okkar búblu þeir sem eru með sjúkdóminn og áttum okkur ekki alveg á því að þú veist að það er heimur þetta fyrir utan þennan sjúkdóm sem við erum með sko. Já. Þannig að það skiptir mjög miklu máli. Ok. Nú er þetta ástand, ég er aðeins að koma inn á það að starfi hjá Parkinsons-samtökunum, hvernig það er og hversu það er öflugt starfi sem við erum eða þeir sem eru að vinna þannig er að gera. Starfið hefur vaxið gríðarlega síðustu ár eftir að ég greindist og hefur elst mikið. Miklar breytingar hefur verið á samtökunum þegar fluttu úr Hátúni yfir í Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði og taktur var stofnaður. Ég fylgist vel með nýjustu rannsóknum og er að googla mikið. Mest spennandi finnst mér þessar stofnfrumurannsóknir sem er í gangi núna. En þegar maður er að googla og reyna að lesa allt, þá verður þetta allt svo yfirþyrmandi. Og það er margt mjög villandi sem er að vera líka, það er ekki allt satt sem kemur á netinu. Það eigum við vorum öll að vita. En það er alveg sko kapítuli út af fyrir sig og alveg efni í nýjan, alveg sér fyrirlestur sko, þú veist allt það sem er í gangi núna. En það sem að maður hefur átt að segja á því að núna með gervigreindinni þá eru farnir að koma fleiri upplýsingar þar sem menn eru farnir að splæsa saman rannsóknum til dæmis í krabbameini sem að geta að fara að nýtast Parkinsons-sjúklingum og svo aðrar tækninýjungar sem eru í gangi núna og ég held að bara sko framtíðin sé björt hvað það varðar að við kannski getum séð mikla breytingar. En ég trúi því samt sem áður að sko að framtíðin sé ekki bara í lyfjum eða einhverjum aðgerðum sko. Heldur er það náttúrulega það sem skiptir máli sko, er það að við berum ábyrgð á okkar lífi og það er lífsstílinn sem skiptir gríðarlega miklu máli í þessu sko. Þannig að framtíðin ber örugglega í skauti sér að ný lyf og ábyrga lífsbreytingu sko, lífsstílsbreytingu. En hvað er svo döfunni hjá mér? Núna daginn þá var ég beðinn það hvort ég vildi taka þátt í mjög athyglisverðu ferðalagi sem að gerði það að verkum að ég svona saup svolítið kveljur vegna þess að sko ég hef átt erfitt með að taka ákvarðanir fram í tímana því maður einhvern veginn vill ekki skuldbinda sig í eitthvað sem maður veit ekki hvernig verður þegar maður er á hólmenni komið. Það er alltaf svona hræddur það hvernig ástandið á manni verður þá. Ég skráði mig í ferð sem var frá frá Seattle í Bandaríkjunum til Phoenix, Arizona. Þetta er 37 daga hjólaferð frá miðjum apríl til loka maí 2026. Það er að hjóla alls rúmlega 3400 kílómetrar og klifraði 2900 metrar. 29.000 metrar segi ég. Eða 100 kílómetrar og 800 metra hækkun á hverjum degi fyrir sig. Þó ég hafi verið að hjóla mikið sko. Að því Davíð að koma hjólaferð þannig að? Já, það er mitt. En allavega, þú veist, þetta er allavega mjög krefjandi ferð og það getur margt gerst fram í apríl, en þetta er þú í fyrsta sinn sem ég plana svona fram í tíman frá því ég veiktist. Það er framför. En ástæðan fyrir því ég hef lifað í skammtímaplönum eins og ég var að segja á þannig er þetta að ég hef ekki haft nógu mikla trú á þessu. Maður verður bara að treysta, það skiptir miklu máli. Það gerist sem gerist og en að lokum, þá ætla ég bara svona að taka saman það sem ég er búinn að vera að segja sko, en það er ekki eins og maður hafi setið höndum eftir að maður greindist að ég er búinn að hjóla eins og sem nemur 1,8 hring 1,8 hring í kringum jörðina á 7 árum síðan ég greindist eða 70.000 kílómetra og hlaupið smá og Parkinson sjúkdómur hefur bæði gefið og tekið. En án þessum stuðnings og hvatningu samferðafólksins, eins og þessari óþolandi vina mína, þeir eru alltaf að láta mann ekki friði.
þá hefði þetta ekki verið hægt. Og ég heyrði einu svona tilvitnun frá lækni sem sagði there is no such thing as too much exercise for people with Parkinson. Þannig að sko framtíðin er björt sama hvernig fer. En og hver er svo niðurstaðan? Hefur allt þetta hjólabrölt gert eitthvað fyrir mig og mína heilsu þegar það kemur á Parkinson-sjúkdómnum? Ég get allavega fullyrt það að ég hef aldrei verið í betra formi á lífsleiðinni og ég er orðinn 61 árs gamall. Það er ekki seinna vænna. Parkinson-einkennin hafa aukist og skilin milli on-off sveiflna eru skarpari. Með það að það eru 13 ár síðan ég fann fyrir fyrstu einkennunum, þá er ég alls ekki komin á neina endastöð. Ég er búinn að vera á sama lyfjaskammtinum í rúmlega 3 ár, held enn áfram að hjóla og trúi því að lækningi sé hann rétt handað með hornum. Þrátt fyrir að Parkinson hafi tekið fullt frá manni, þá hefur hann komið mér á staði og kynnt mér fyrir fólki sem ég hefði aldrei annars kynnst, eins og ykkur hérna. Fólki sem er fullt af baráttuhug og eldmóði með trú á betra líf. Hefði ég ekki fengið Parkinson, hefði þessi eldmóður sennilegast aldrei kviknað hjá mér og ég sæti sjálfsagt enn í sömu skrifstofunni 15 kg þyngri í helmingi verra formi en ég er í dag. Því þegar öllu öðru botni hvolft, þá snýst þetta líf ferðalagið en ekki áfangastaðar. Takk fyrir mig. Er eitthvað spurningar eða eitthvað svoleiðis eða er Guðrún kannski bara... Já. Ég finnst þetta alveg stórkostlegt sko, en ég vil ekki bara spjalla eftir. Jú, er það ekki? Keyrir gegn prógramið? En að þú sagðir í gilinu, vittur þú þá ekki lækjagilinu? Já, er það ekki? Já, hérna Brynju ís og það? Já, það er lækjagilinu. Gamla gilinu. Það er gamla gilinu, lækjagilinu. Já. Það er ekki gömulaskilinu, alls ekki gömulaskilinu. Nei. Það er vel mörgir sem halda það. Hvað? Húðagil, það heitir það. Það er kallað bara Ég þarf ekki lækjagilinu. að nota tölvuna sko. Ég er ekki með slideshow, ég er bara með handskrifaða bók hérna. Já. Herri, já, ég heiti Guðrún Svava og er gift honum Einari hérna. Og hérna, ég hef fengið þetta verkefni að hérna, já, takk fyrir að bjóða okkur hérna. Ég er pínu stressi, ég hef ekki gert mikið að þessu áður. Þú getur verið alveg svo húnum. Hæ? Þú getur verið alveg svo húnum. Já, ég treyst ykkur alveg, mér líst rosa vel á okkur. Ok, en það er svona, ok, þú veist, þegar maki greinist með svona ólæknandi sjúkdóm, hvað fer þá í gang og í stað hérna hjá aðstandandanum? Og hérna, mitt fyrsta viðbragð var bara fullt af spurningum, bara hvað þýðir þetta, hvað er að fara að gerast, hefur þetta áhrif á hjónabandi, hversu hratt gengur þetta, hvernig sjúkdómur er þetta, þurfum við að breyta húsnæði, erum við að fara að hætta að ferðast, verða breytingar á lífsgæðum og bara alls konar eitthvað svona, já, spurningar sko, sem að einhvern veginn sko, hann greinist þarna eins og komið fram í nóvember 2018. Allt það ár hafi verið rosalega þungt hjá honum og líka bara heima fyrir, þar sem að hann var bara allt annar maður en ég hafði bara gifst og bara hann var í upphafi sko, bara ótrúlega þunglyndur, upplifað svona kvíðakast, ofsakvíðaköst, maður er svona alltaf glaður, hlæjandi og bara ég skildi ekkert hvað var í gangi sko, þannig að þú veist og svo hafði hann sko hætt að vinna, það var 2016 og þannig voru við alltaf að taka þetta góða sumafrí hana og fara svo að leita sér annar vinnu þannig hausti. Og Einar hefur alltaf verið þannig maður að hann hefur verið komið nýja vinnu áður en hann hættir í hinni af því að vinnan var lífið og þannig að þarna bara gerðist eitthvað annað. Hann bara hafði engan áhuga fyrir að fara að fá sér vinnu og bara ekkert að pæla sko. Og ég sem bara hvað gerðist hérna? Af hverju ætlar ekki að fara að fá þig vinnu, bara hvernig eigum við að lifa eða hvað, þú veist,
og hann tók svona frekar illið að eftir ég var að en þetta samt 2016, svo vorið, í janúar 2017 þá fer ég í skóla, þannig að ég bara einhvern veginn fer bara og sný mér svolítið að mér og bara, fer bara að læra og fer bara að hella mér í það. Hann hafði bara tekið það við hlutverkinn að vera heimavinnandi með fjölskylduna og það sem var yngsti drengur, yngsti var þá 2017, hann hefur verið 12 ára og þannig að einhvern veginn er þetta, en árið þarna, þetta 2018 var bara alveg einstaklega þungt og þessar miklu breytingar sem að höfðu orðið á honum og líka náttúrulega mér fannst hann eldast rosalega illa, bæði var alltaf alveg komið andlitið niður á maga og ég bara, hvað hefur gerst hérna, algjörlega vissi ekki neitt sko og þannig að og þetta með breytingarnir á persónu og líka sko, ég gat farið sko því að svo útskrifaðist ég bara sumarið, fer að vinna, sjálfstætt starfandi, bara kemur með þetta allt í gang og hann bara alltaf heima einhvern veginn og svo fer ég bara í vinnuna og hann kannski í sófanum og hann líka ennþá í sófanum þegar ég kem heim aftur og bara ekkert að frétta sko, þannig að mér fannst þetta pínu spes og svona einhvern veginn og svo fórum við til Spánar og í október og þá var fleira fólk með okkur og hann var alltaf að hvetja og hann kvartaði svo hvenaði yfir náttúrulega verkjum og öðru sem að var erfitt með hjólið og bara átti mjög slæma tíma þarna. En það sem að mér hefur líka fundist það sem ég skildi heldur ekkert í hvað var að gerast með hann, var einhvern veginn eitt dæmi var hann var að spæla sér egg til að fá sér spælegg á pönnu og hann stendur og hann heldur svona á egginu og pannan eitthvað svona og bara gerist ekkert og ég sem bara, hvað í gangi? Og svo bara allt í einu eins og hann fatti hvað ætti að gerast og spældi sér egg og eitthvað og ég sem bara, þetta mjög skrítið sem bara ekki alveg að fatta þetta þannig að það bara eins og, skilaboðin væri bara svolítið lengi á leiðinni sko. Og annað dæmi var einmitt í þessari ferð á Spáni sem við vorum að þá vorum við í bíl að keyra og hann var að keyra og ég og systir mín vorum með hann með bílnum og vorum að koma hann að búð og hann keyrir af stað og hann fer að beint á móti umferð og og ég það bara og svo stoppar hann bara sem að viti ekkert hvert hann að fara sko og við bara og svo var hún bara frekar pirraður því ég fann svona eitthvað ég bara veist ekki hvert við erum að fara eða hvað og við varum fann eitthvað smá og hann sagði bara, vilt þú ekki bara keyra? Ég bara, nei, ég get alveg gert það, þannig að þetta var eitthvað svona, sem að, svona var þetta orðið þarna undir, eða þarna og svo greinist það náttúrulega þarna í nóvember, bara í byrjun nóvember og ég man eftir yfir líka, við fórum að tónleika í Hörpunni og hitti ég vinkonu mína sem hjúkrunarfræðingur og hún hafði heldur ekki séð Einar í svolítið langan tíma. Svo hittumst við bara eitthvað nokkrum dögum seinna sjálfar og hún fór að segja, Einar eitthvað veikur? Það eitthvað að honum. Ég bara, guð, akkur heldur hún svolítið bara, ég sé það bara á honum. Ég segi, já, ok, en gott þú skulle spyrja því að hann búinn að fá tíma hjá taugalækni og að fara og þá fáum við að vita nánar sko, þannig að þá sást orðið svo utan á honum sko. En svo náttúrulega þegar maður náttúrulega býr við þetta og býr með, þá sér maður kannski minna hvað breytingarnar og annað, þó að þetta væri svona, og svo aðlagast maður bara. En svo kemur greiningin sem náttúrulega gott, þá komið skýring og léttir, rosa léttir fyrir hann og ég bara, átti svona mómenti þegar hann kemur hann heim og ég hvað ertu búinn að vera? Þú fórst til læknisins þarna fyrir löngu síðan og klukkan komið hádegi, þú fórst klukkan 9. Ég með Parkinson, ég ekki með Alzheimer sko. Að því maður verður svona einhvern veginn alveg og það sem að hann fer sérst á fullt í sína eins og þeir eru búin að heyra sína vegferð og sem bara ótrúlega
og bara ég dáist endalist að því hvað hann hefur ótrúlega mikla elju og orku eða bara einmitt og getur, þú veist, já, bara, þú veist, þeir eru að draga hann hingað og þangað með og hann fer alltaf, hann langar ekki, en svo fer hann, þú veist, þannig að og það hjálpar honum náttúrulega bara ótrúlega mikið og hefur sýnt það náttúrulega alveg hvað hann hefur verið náttúrulega miklu betra. Svo náttúrulega fekk hann líka lyf náttúrulega og þá líka lagaðist mjög mikið og hann fór svona svolítið að koma tilbaka eins og ég svona upplifði hérna og verða svona sjálfið sér líkur aftur og hérna og já, þannig að svona, þú veist, og hann bara, já, í sínu og ég svona einhvern veginn, en það sem gerist svona einhvern veginn hjá mér í framhaldi af þessu að bara eða þegar þessi grein kemur, ég svona reyna líka því að kemur eitthvað, ég fara að spá í þetta svona eftir á sko, einhvern veginn að árin hana, 2018 til svona 2021, 2022 bara einhvern veginn sko, svolítið einhvern veginn, já, þar sem að ég bara einhvern veginn hef farið í svona bara brjálaða afneitun, mér bara komið ekki við, ég einhvern veginn upplifði það, að ég ákvað það bara, þetta væri bara hans mál og hann sæi bara þetta, hann fór að fara að vera meira á Spáni og var það bara þar og einhvern veginn og ég, sem ég, hann bara að sinna sér og sínu og eitthvað svona, þú veist, og ég bara einhvern veginn bara að, þú veist, að gera eitthvað annað, eða bara hann að já, þú veist, mér kom einhvern veginn ekki þetta við að mér fannst og einhvern veginn þetta væri ekki mitt mál og ég meina það voru ekki komna það mikla breytingar á honum og eitthvað svona blað. Þannig en það sem gerist í rauninni að ég náttúrulega bara fer í afneitun og í hvers skipti sem að einhverja breytingar verða hjá honum eða, veist, einhvern tímann var hringt í mig þá að hann fór út að kaffihús með vini sínum og vinur hans hringir í mig því þá bara leiði yfir hann og datt út og hann flutti með sjúkrabíl á bráðamóttökuna og þá hann bara fengið svona lyfja eftir, þú veist, bara dotti út eftir lyfin, þú veist, hann bara datt út bara í miðri setningu og og þá einhvern veginn, sko, og alls konar svona breytingar þegar hann fer að láta illa á nóttinni í svefninni og eitthvað svona alls konar sem gerist náttúrulega sem ég náttúrulega bara var í afneitun og var bara ekki að spá í þetta, það gæti verið tengt þess eitthvað en að þá einhvern veginn fyllist pókinn hjá mér og ég fer bara einhvern veginn að safna í minn einhvern veginn sko þanga til einhvern veginn en ég sem betur þér að þá hef ég lengi verið að hitta svona meðferða þerapista og ég leiði við segja henni frá þessu þá segir hún sagði bara þetta alvarlegt, þetta ólæknandi og ég ætla bara að fylgja þér, við fylgjumst með hvað gerist sko og þú veist ég ekkert að gerast akkurat núna, enga breytingar og eitthvað þannig en þá bara, mér fannst þetta pínu dramatist, ég veit að væri nú ekki svo, ég meina, þetta svona alvarlegt eitthvað skilji að mér fannst og nema bara að þanga til, bara í fyrra, 2024, bara að þá ég bara, einhvern veginn, bara algjörlega búin að fylla poka minn í mínu afneitun og ég get ekki talað hana og þess að bara að gráta og alls bara, þú veist, og ennþá meira þess að pínu en og þá líka einhvern veginn lendi ég á veggnum sko að þetta að þá líka bara komnar meiri breytingar sko á honum og lífið svona orðið aðeins öðruvísi og þannig að og þá líka einhvern veginn sko þá segir bara ok, þú verður að gera eitthvað fyrir þig sko af því að þetta náttúrulega fjölskyldan þannig að hann maki minn og fyrst náttúrulega sem þessi þerapisti sagði við mig sko þegar ég segja henni frá svo já, við ætlum alltaf að muna það líka og þú sérstaklega að þú ert makinn og þið ætlaði að vera í hjónabandi þú ætlar ekki að verða umönnunaraðili ég vil bara, já en það veist að því það svo auðvelt að fara beint í þann pakkar sko að þú veist taka af honum sko og bara taka alla ábyrgðina og bara rífa honum við öllum verkum og allt þetta sko en þannig að ég svona alveg við og hef haft það alveg að leiðarljósi
og það sem gerist í kjölfarið þannig, ég bara fer í veikindafrí í vinnunni minni og fer leita til Parkinsons samtakana og fæ viðtal þar bara og vel tekið á móti mér og ég fer sem sagt fæ í kjölfarið sem sagt tíma hjá sálfræðingi í nokkra tíma og eins líka fyrir að hitta maka sem hittist fólk makar með hjá takti því ég reynda kemst ekki alltaf það er frekar snemma oft á daginn og ég ofta að vinna það lengi þannig að en mér fannst það rosa gott að finna einhvern veginn allt inni og það sem gerist líka bara einhvern veginn í kjölfari líka einhvern veginn að ég bara gengst við þessu sko að þetta og við erum farin að verða saman í þessu að þetta bara þú veist bara þannig að við tökumst á við þetta saman núna og mér fannst oft líka bara ágætt, þú veist, hann fer til Spánar og ég ætla bara, já, drifðu þig til Spánar, bara verðu lengi núna, nú er ég bara að fá nóg að þér, skilju, þú veist, það var alveg þannig að þá var ég bara svo þreytt einhvern veginn að upplifa einhvern veginn já, og alltaf einhvern veginn á tauginni, áður en ég fer einhvern veginn að gera, bara passa upp á mig og að því að einhvern veginn, ef maður ætlar að vera þarna, bara vera alltaf einhverju tauga spennu sko og einhverju, þú veist, afneitun og ekki horfast í augu við þetta eins og bara raunveruleikin að þá bara fyrir þetta ekki vel með neitt og ég verð bara til vandræða líka sko, þannig en það sem gerist þarna og ég er óendanlega þakklátt fyrir það að þú veist þetta, við getum rætt, ég fekk líka miklu betur, ég setti mig inn í sjúkdóminn, ég fór og kynnti mér málið sko og fekk upplýsingar bara hvað, þú veist, hvernig þetta og gott að hitta líka aðra sem eru aðstandendur og þekkja engin, ég gat til dæmis ekki setið mig voruð í bíl, þú veist, við vorum að fara með hjólís eða eitthvað, þú veist, ég treysti honum ekki fyrir að keyra bílinn, alltaf í spennunni sko. En í sumar erum við búin að fara 3 hjólhýsa útilegur og hann hefur alltaf keyrt og meira sér á Vestfirði og ég prjóna með hann þetta bara sem það að ég er búin að vinna úr og ég treyst honum og hann þú veist og það bara, þá er það líka allt einhvern veginn auðveldara og já, ég fór með hann líka til læknisins fekk að vita og mér fannst það líka rosa gott sko þegar hún segir hans eitthvað, já, svo erfitt með eitthvað að brjóta þvottinn og eitthvað, já, það er allt í lagi, það er bara æfing fyrir þig, segir læknirinn og hann segir, já, ok, ég þarf ekki að einhvern veginn að vera að taka af honum, þú veist, ég sem bara, já, ok, nei, þetta er bara æfing fyrir þig, þú veist, hvetja hann áfram líka því að það eins og kemur fram og líka maður komið stað þegar maður er að kynnast þessum sjúkdóm, þetta er náttúrulega, hann dregur úr framtaks getu hjá fólki og stundum getur hann alveg verið, hann er alveg enn stundum, ég fer að heimann í vinnunni og hann er í sófanum og hann er enn í sófanum þegar ég kem heim, ennþá sko, þannig að þá er það svona oft dagar, nú gef ég honum verkefni ef ég vil láta hann gera eitthvað sko, þú veist, ef ég vil láta gera eitthvað heima hjá mér, eða þú veist, þú þarf að gera eitthvað svona sem að þá gef ég honum bara, eða læta hann vita að þetta verður gott ef hann gera þetta og hann bara gerir það og rosa ánægður líka sjálfur eftir á sko, því þá hefur hann framkvæmt og fengið svona aðeins svona meira gott fyrir sig sko. Þannig að þetta hefur líka gerst eftir að ég fór að fekk mér aðstoð og fór að kynnast þessu betur skilur að þá veit ég einhvern veginn í staðinn fyrir að við værum einhverju svona fighting og einhverju svona einhverju svona sem að getum ekki rætt eins betur eins og við gerum núna, skilur við, þú veist, eins og þetta, hann getur orðið mjög móðgæður ef ég verið að gefa hann verkefni hérna áður fyrr, sko, og svona ef við verðum ekki búin að ræða þetta, sko, þannig að ég mæli með því eins, eða sérstaklega, sko, þú veist, það líka er bara gott, þú veist, að því að fyrir aðstandendur að líka, þú veist, að því þetta hefur áhrif inn á, inn í fjölskylduna, kannski með börnin það er svona öðruvísi en hefur þau ennþá svolítið stiffri í einhvern veginn eða bara, þú veist, þau hafa áhuga fyrir þessu og vita þetta og vilja, þú veist, eru búin að fara sjálf á svona fyrirlestur hjá takti
fyrir börn, sem sagt, Parkinson sjúklinga og þannig að og Einar fór með þau á það og þeim fannst það rosa áhugavert líka, þannig að já, þannig að það sem að ég allavega, ég bara er óendanlega þakklát líka fyrir það hvað hann hefur gott og jákvætt hugafar, af því að það, þú veist, og mikla trú og mikla von og alltaf að halda að hann sé búinn að finna lækninguna, sko, eða að finna einhverja nýja lausn og alltaf að pröfa að segja fram og alltaf með einhverja alls konar tilraunir og ég hef bara leyft honum að gera þetta, skilji, og bara hann er bara, þú veist, í því og og er á Spáni bara og ég fer svo heimsækjan stundum á Spáni þegar ég fer ekki í vinninni og svo stundum náttúrulega það sem að ég líka hef upplifað svolítið mikið með einhvern veginn, mér finnst ég oft vera í svona tímaþröng með þú veist, hvað eigum við mikið, hvernig getum við verðum að nýta tíma núna á meðan þú getur, skilur við verðum að fara í þetta ferðalag, hitt ferðalag eða gera þetta eða eitthvað svona af því að á meðan þú ert ennþá af því maður veit ekki neitt. Mér finnst það oft líka, þetta er svona óvissan, sko, sem að, en það hefur líka einhvern veginn, eftir að ég fór og þess að fekk þessa aðstoða, þá hef ég líka bara orðið rólegri með það og við bara lifum bara núna og gerum bara það sem er í boði núna og það sem býðst og svona, þú veist, þannig að já, þannig að einhvern veginn og höldum bara áfram og njótum, þú veist, og við erum búin að eiga mjög gott sumar, til dæmis í sumar og gera alls konar og við erum að fara svo í ferð, sko, við ætlum að gera eitthvað annað en svona hjóla, við ætlum að fara í ferðalag til Suður-Ameríku og það sem verður ekki tekið með hjól, þannig að en það var eitthvað svona sem okkur hefur lengi langað að gera, að fara þangað og við bara, af því það annað líka sem er svona framtaksleysi oft sem að hann átti svo oft erfitt með að taka orðið ákvarðanir. Ég alveg, hvað var að gera? Ég veit það ekki, hann getur ekki tekið ákvarðanir, bara, eða þú veist, eigum við að gera þetta? Ég veit það ekki. Ég er að hugsa að því eins og hann var að tala líka áðan, sko, að það væri erfiðar að taka ákvarðanir með eitthvað svona sem er fram í tíman og þegar hvernig verður maður. Þannig að við ákváðum það bara, nei, við erum að fara bara í þessa ferð og við förum í hana núna í október og einhvern veginn að því tækifærið er núna og hann, þú veist, og svo bara höldum við áfram með ferðalagið, þess að lífsferðalagið, dag frá degi og bara já, bara því að lífið er núna, sko. Þannig að ég segi bara, ég mæli bara eindregið með því að vera opinn og tala hlutina á gangi. Mér oft fyndist og stundur svolítið erfitt hvað hann hefur verið ótrúlega mikið alltaf að auglýsa sig. Svona svolítið erfitt oft fyrir mig en það hefur hjálpað og það er að gagnast bara mjög mörgum, sko, þú veist, að tala tilfinningu sinni og það bara og ég finn það bara sjálf eftir að ég leita mér aðstoðar og gengst við hlutunum að þá einhvern veginn er þetta miklu betra og lífið er bara frábært, sko, þú veist, og ég er líka bara endalaust þakklát fyrir allt, bara fyrir lífið okkar, fyrir tækifæri okkar, þetta er bara verkefni, skiljum, við fengum bara þetta verkefni og þá bara vinnum við með það og þú veist, þannig, ég meina eins og, þú veist, það kom líka fram hana, það kom heim hana, ég er ekki dauðvona, hann er ekki með Alzheimer, þannig að, þú veist, þetta var nokkur jákvæðir punktar hana og þakklátt bara líka fyrir tækifærin okkar, ég meina það ótrúlega að við höfum haft ótrúlega mörg og góð tækifæri í lífinu, fjölskyldan okkar og allt þetta góða fólk og þessu óþolandi vini og allt það er bara dásamlega, bara yndislegt, sko. Þannig að þú veist, og jákvæða hugarfarið og framkvæmdina, þannig tekst okkur að eiga gott líf núna og gera okkar besta og nýta það. Og það sem er líka svona gott ráð sem ég fer svolítið mikið eftir núna er að ég þarf að hugsa líka mig og hlúa að mér, sem sagt, að gleyma mér ekki í að fara að verða svona, sem sagt, umvinnaraðilinn. Og bara, já, takk fyrir mig. Þetta var að ljóka á hrein. Takk.
rosalega vel. Þakka kærlega Þetta fyrir. er einnig mynd af ykkur hérna með. Já. En þið stóðu ykkur bæði mjög. Já, takk fyrir það. Spurningar? Það spurningar eða eitthvað? Mér langar bara að þakka fyrir alveg frábæra fyrirlestra hjá okkur báðum og mér finnst einstaklega gaman, sko ég vissi bara að fylgjast með Einari á netinu og sé hvað hann er að gera og hérna það er gott að fá þínar við líka, þetta er ekki bara glansmynd á netinu sem þú segir, sem hann er að auglýsa. Og svo býr maður þetta að fá sko, þú ert ótrúlega reyna hvað þú ert að gera með þinn sjúkdóm og þessi ægi og hvernig þú getur haldið þér gangandi á hérna bara sko að því að fylgjast með á Facebook sko en hérna vorum við bara mjög gaman að fá hlið aðstændanda svo fyrir þess sem hérna makans sem að hérna sýnt svona eitt með þessi hérna með þessi vandamáli eða þessi hérna þetta verkefni og ekki vandamál og hérna mér finnst þú lýsa þess svo vel sko að maður er óviss og maður sko á bara sko eins og þér veit ekki hjálpar farið til hérna fáið bara aðstoð eða takast á þetta og bara upptala og ræða þetta bæði og hérna maður bara þakka fyrir mjög góðan hérna einsýn í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það. Takk fyrir að fá að koma. Þegar ég var að hlusta á þeirna þessi markmið hjóla þeir eru ekkert oft í hug að gera bara eins og hringvarinn fara í hjólförum hans og Hérna? gera bara mynd þetta hringvarinn Já, þetta ferðalag sem við erum að fara hérna í Bandaríkjum það var að segja að reyna að taka svolítið góð vera með vídeomyndatökuvél og svona með og reyna að posta inn hérna upplýsingum og svona og meðan á ferðinni heldur sko áfram. Við förum þarna í gegnum sko hérna frá Seattle niður til sko San Francisco og Los Angeles og San Diego og svo þaðan yfir í eyðimörkina í Arizona. Og það er svona ég hef heyrt það af mörgum að þetta sé einn fallegasta leið sem að hægt er að hjóla bara í heiminum að þekktum svona hjólun sem er að hjóla mjög langar vegalengdir. Þannig að það er svona allavega ykkur mynd af því kannski að fara svona að gera svipað eins og hringfarinn að gera. Þannig að það er góð punktur. En hérna, þú stundar líka sagt sko aðra heldur en hjólreiðar og reykjum? Jú, ég er samt svolítið einhæfur í því. En auðvitað þarf ég náttúrulega að sko lyfta og styrkja mig á öðrum reyti sko. Það er opnað fyrir. En hérna, ég láti mig dreyma það að taka eftir svona þríþrautaræfingar sko, en ég er svona frekar svona á eftir í sundinu sko. Ég get alveg sinnt ákveðlega en ég þurft að gera meira því til að svona styrkja svona líkamann alla leið, svo er það teygjur og svona sem maður þarf að gera sem ég er frekar allur í en ég þarf endilega að gera sérstaklega þegar ég er að fara svona langan túr eins og núna í vor sko. Gerur það eingöngu teygjan bara eftir styrktaræfingar? Svona eftir styrktaræfingar og svona alltaf eftir hjólið sko. Það er að teygja. Ekki það að þú veist, maður finnir það, þið finnir ekki oft fyrir því svona, hérna, þeir sem eru með Parkinson að mér langar stundum að svona teygja mig út úr líkamann. Hann er svo sama kreftur sko, sérstaklega þegar ég er að vakna á morgnana sko. Það finnir mig ekki fyrir því. Já, einmitt. En hérna, ég verð nú líka var við þetta sem þú ert að lýsa að gleyma að taka töfluna sko eftir æfingu. Já, einmitt. Og fær maður það í hausinn. Það er vandamálið. Það er eins og ég sagði áðan, ég er búinn að vera að stúdera og lesa mikið alls konar hluti og það er nú ein síða hérna líka sem að ég veit ekki hvort þau vitið sem að er hérna stofnað, svona Facebook síða sem að hérna er stofnað einum Parkinson félag okkar sem að er svona taugalíffræði og svona. Taugalíffræðitælingar. Já, þannig Haraldur. Þar koma fram með alls konar upplýsingar, við erum alltaf að posta þar einhverju svona sem er að gerast í heimi hérna vísindana í tengslum við Parkinson. En það er ennþá, samt sem áður, við erum að horfast yfir það. Við erum ennþá að taka lyf sem að er 50 og eitthvað ára gamalt í grunninn. Það hefur ekkert breyst.
þrátt fyrir að allar þessar hástendu lýsingar það hvað það sé algjörlega sem næstu grösum sko. Við ferum náttúrulega ekki að melda við sporunum í hjólunum. Ég held að við ferum ekkert alltaf kannski hjólunum. Nei. En kannski verður gaman að heyra svo með mataræðið. Já. Þú ert, einhvern tíðan var ég í sambandið og þú svo hjálpa mér að fasta. Já. Og mér fannst það gera mér alveg rosalega gott. Já. Og lífin, svo framvæmdum fyrir lífin, þú kannski segja ekki aðeins frá því. Já, sko, ég hef ekki gert margar tilraunir en ég las nefnilega það að það er svo hollt fyrir fólk að fasta, ekki endilega bara Parkinsons-sjúklinga, heldur bara almennt fyrir fólk. Af því að þegar þú ert búin að ná að fasta í svona 2-3 daga, þá gerist það að hvatberarnir sem eru orkustöðvar frumnanna í líkamanum, það þarf að hreinsa út svona óæskileg prótein, sem er náttúrulega partur af því að sjúkdómurinn okkar er þannig að það eru þetta saman mynda svona próteinmyndun sem verður í taugafrumum. Og ég hef fundið það að þetta hefur gert mér rosalega gott að fasta í svona 3 daga. En það fer líka alveg eftir hvaða mataræði ég er búinn að vera á áður en ég fasta. Ef ég er búinn að vera eins og ég var lengi vel bara búinn að vera á kjöti, bara að lifa á því, að það er náttúrulega mjög bólgudempandi því að þetta er bólgusjúkdómur líka að þá hefur það gríðarlega mikil áhrif á svona líðan mína dagsdaglega. Svo dettur maður í sykurinn og þessa milli og svona þá finn ég alveg fyrir því að ég fæ að borga fyrir það. En með hvað lengur mikið vil ég enda að fasta? Hvað lengur? Já, hvað lætur líðan á milli? Svona 2-3 mánuði. Svo mikið er það oftar En þá er þetta 3 daga vatn fyrst að fasta þá tek ég bara lyf og drekk vatn og ekkert annað. Og það er svo merkilegt að maður heldur að maður verið orkulaus við þetta en ef maður er búinn að vera réttu mataræðin þar á undan þá var alveg ótrúlegt, ég hafði alveg ótrúlega mikla orku. Tók 110 km hjólatúr í miðri föstu og hljóp einhverja 20 km Þannig að En svo tók ég föstu aftur seinna, þá var ég búinn að vera á kolvetnum og svo sykri og svo. Það var miklu erfiðara. Þá af því að kolvetnin er svo mikið fíknivæki í þeim Það er svo mikið kreyfing í, í allt sem að heitir svona brauð og pasta og svo ekki sér að tala sælgæti og ís og eitthvað að þegar maður byrjaði að fasta þá var svona hungutilfinningin alveg að drepa mig og ég ætlaði bara aldrei að geta klofið þetta. En hvernig kemur próteinin og lyfjónu saman ef það er kannski stutt á milli lyfjagjafar? Ég hef aldrei verið í vandræðum með próteinin? Nei, ekki í þannig sér. Ég hef oft verið að taka prótein eða þú veist bara svona eins og gríska jógúrt og svona og lyfin alveg á sama tíma. Þú hefði? Já, ég veit að ég hef ekki fundið það getur vel verið að sé að hafa áhrif. En nú er ég búinn að vera á sama lyfjaskemmtunum í 3 ár og ég finna aðeins að ég þarf eitthvað að fara að kíkja á hvort ég þurfa að bæta við. Heyrðu, segja mér ég er búinn að vera á lyfjaskammtinum næst í 2 ár saman. Það var breytisum það ég var að bæta við. Hvað er það lengi að virka þeirra? Það er ekki stuður. Erum við þetta svara? Það er í viku, ég er alveg, þannig að ég hafa ekki neitt tekinn. Já. Það bara getur verið einstaklingsbundið og þetta getur verið tekið upp undir mánuð. Já, ertu nýkomin á nýjan lyfjaskamt? Já, vikast já. Það er mánuður, ég myndi alveg gefa þessu Ég hugsa að mér. 4-6 Hann er örugglega að gefa mér allt og mikið. Svo er það svona eins og hjá mér, ég svona reyni að ef ég mögulega get sett stigu við lyfjónum þá vil ég helst geta gert það því það er svona aukaverkanir með þessum lyfjum sem ég fæ alltaf í maga svolítið að þeim og svo veit ég ekki ég fæ oft þetta slen á daginn og þá detti ég svona bara í oft tíma ég get alveg bara sest niður og ég bara slæði út bara. Þannig að það er svoleiðis í þér líka? Já. Og svona heila þoka, skilur við. Það getur verið svolítið
pirrandi, sérstaklega að þú veist, og mér finnst það mataræði skipta miklu máli þar. Ég er miklu hressari. Nú hef ég varla getað labbað í 2 mánuði. Já. Gunnar Freyr sem búinn sumarfrí. Og loksins þegar hann kom, hann bara fór í intuna svona. Ok, skoða hann og allt það, meira skamt. Vika síðan ég sagði, nei, hætti maður. Það er að vera svona áfram. Af því ég er með lítinn hund og ég vil fara út að labba með hann og ég leikur 3 viku og ég get ekki farið út að labba með hann. Nei. Ég ætla samt að prófa að veita hvort ég dætti ykkur starf á þessu. Já, það er náttúrulega alltaf að prófa. Svo er það svo skrítið náttúrulega þessi sjúkdómur, þetta er svo þegar við vorum náttúrulega í þessari hjólreiðakeppni sko, með Parkinsons-sjúklingunum sko. Það er Snorri á þeim tíma sko. Þeir voru með Parkinsons fólki víða af heiminum. Voru gistu ekki hjá þér? Jú, einhvern tímann gerðu það. Já, þá ég veit að ég... Einhvern hittum við ykkur á Egilsstöðum. Já. Og þetta var allt saman Parkinsons sjúklingar sem voru í þessum hópandi, sem voruð hjóla. Það var helmingur Parkinsons sjúklingar, já. Svo varum við svona aðstofamenn. Alveg svo verður í þessari ferð þarna í Bandaríkjunum, sko, þá verður það svona helmingurinn Parkinsons. Ná ekki borða þess að terta. Já. Hafið þið haldið þennan fyrirlestur einhverstað annars staðar? Nei. Ekki svona, sko. Ég hef reyndar aðeins, sko, haldið þetta fyrirlestur hjólreiðarnar, sko, í Oddfjöró og reyndar í Parkinsons samtökunum, sko, í bænum. Það er alveg svolítið síðan. Þannig að maður er svona... Ég held að þetta sé eigi erindi mjög víða, eiginlega bara alls staðar sem Parkinsons eru. Þetta er heyra þessu líka frá fyrir Guðrún sem Já. Það sem Guðrún sagði, það var náttúrulega svolítið til mín. Því ég er veldig vitni og hún snerti svolítið við mér í því að... Það var óvillust að fá Guðrún á fund með aðstandendum, þá bara... Hefur þið verið eitthvað hitt aðstendendur svona... Ekkert sko... Það er ekki hópur, það er hópur fyrir sunnan. Já, það er sem sagt hópur sko sem að hittist og sem sagt einu sinni í viku yfir vetrartímann sem eru svona makar allavega, já. Og það er sem sagt sko fagaðili líka sem heldur utan með það sko. Ég hef reyndar ekkert mætt núna mjög lengi en hérna það er að reyna að fara aftur sko því að það er bara, það hefur yfirleitt verið, ég er bara ennþá í vinnun, þetta er oft klukkan 3 sko á daginn sko, þannig að ég er oft ekki búinn. Ég held að þessi svolítið þakkar eins og þú ert að tala sko, aðstendendur hafa kannski þekkt í svona plattform til þess að já, þú getur náttúrulega fengið þessa tíma hjá sálfræðingi, samtökin og svona en ég meina einhvers það sem þú getur bara fengið að blása. Já, einmitt. Þannig að mér fannst það svolítið gott þannig að eins og í þessum hópum þegar ég fór að hitti það þannig að gat, þú veist, og þá gæti líka fengið svona, þú veist, það voru fleiri sem kunnist við þetta aksturslag þarna sem að ég var alveg að fríka út yfir, sko. Bara, mér fannst það bara að keyra með þér í götunni og eitthvað svona, sko, þannig að það er svo rýmisgreindir. Já, það er svo ótrúlega, hvernig það er bara... Já, ég er orðin rólegri bara mitt. Já, ég líka einhvern veginn, ég hef búin að finna einhverja hérna barðarsátt í. Þannig að það voru fleiri sem könnuðist við það, þannig að mér varst það svo gott og svona alls konar, þú veist, með hérna, já, eins og oft svona næturbrölti líka sem að mér fannst það pínu erfitt líka, sko, oft og ég skildi ekkert að því, sko, að hérna, að heyrum það líka, þannig að ég stundum bara vakna við hérna nefandi í hausinn eða eitthvað. Þá er ég að verja fjölskylduna þig. Við erum flottur til ætting. Ætting? Það eru, segja, ykkur hlutfalli, en ekkert mjög mikil. Systir mín í Bandaríkjunum dói fyrir og mamma 2001. Já. Það er hægt að fara eins og á erfðafræðideild með Landspítalans. Já. Ég er búin að fara þar og þá sann úrskurði að ég drekki ekki til mér. Nei. Þú getur látið greina, það er blóðbúin að virka sem ég tekur. Já. Já. Þú tókum mjög vel á móti mannfannir og bara... Já. Það er eitthvað sem kveikir á sjúkdóm. Já. Sko ég var með þarna í þessum fyrirlestri sem ég ætlaði nú reyndar það verður langt mál eitthvað að tala um, en þegar ég var svona að fara yfir það sem ég er búinn að vera að vinna og gera í hérna gegnum tíðina, sko. Það var
fara í sveit og svona, og maður var alltaf honni í áburðunum og öllu því, og síðan var ég að vinna í Hvalnum og þá var ég hérna í svona ammóníak sko, fíluði allan daginn, og síðan fór ég að vinna í Hringar og svo svo mikið af þungmálmum og nú verið að tala að þetta séu mikið af þessu séu kveikja fyrir Parkinsons. Jón, hvað segir þú? Jón, hvað segir þetta bæta? Nei, þegar ég var að reykja hluti þá heiti ég það sem ég kannast við héðan ráðmaður og þegar hann segir mér eða eitthvað að með mér og þegar spyrja út í þetta og ég sagði honum svona að ég allavega mín tilfelli væri það sennilega ekki ætting því að þegar ég greinist þá vissi ég ekki nefn í fjölskyldunni en komst og reyndir að ég eftir á að það var eitthvað einn eða annar. En ég segi nú að ég hafi eitthvað sem til það að sumir vilja tengja eitthvað með mengun, þessi algengar það sem mengun. Þá segir hann þetta, en það hvað það. Ég sko stálsmiður og pabbi minn og bróðir minn hann segir pabbi minn og bróðir þeir voru báðir nefndarmenn og þeir fengur þetta báðir. Þetta tengir þjófnina, Já. Ég var mikið inn með frögun og ammóníak. Já, einmitt. Akkurat. Já. Ég er á nokkur svona Facebook síðan sem eru svona með Parkinson sjúklingum út allan heim. Og það er sérstaklega einn hópur sem að hefur verið í bandaríska hernum. Sem að hefur verið í svona taugagasi og alls konar svona dóti og það er víst alveg rosalega aukning hjá vissum hópi þar af Parkinson-sjúklingum og þetta líka það, þú veist hvað skýrir það allt inn í dag virðist vera bara svona allt á upplið, það er gríðarlega fjölgun í aukningu á þessum sjúkdómi. Einmitt á árum sem við ættum að vera sem heilbrigðir það ætti að vera núna komin þú veist, við ættum að vera miklu hollara mataræði heldur en við höfum verið, en það er bara ekki. Þú veist, við erum til þess að borða allt og mikið af unnum maturum og það er verið að setja alls konar kemísk efni í þess sem enginn veit hvað að gera á 20-30 ára tíma. Það hefur kannski rannsakað til skamms tíma, það hafi engan áhrif þá, en svo þegar þetta er búið að vera að malla í líkamann kannski í 20-30 ár, þá kannski kveiknar það á þessum sjúkdómum, kveikir það á þessum sjúkdómum. Þannig að menn eru að spyrja sig svolítið þessar spurninga í dag, hvað er það sem getur verið að valda þessu og ég meina, og nú verður við alltaf að tala um þetta svolítið saman, Alzheimer og Parkinson sjúkdóminn og báðir þessi sjúkdómar er að aukast mjög hratt á þessum tímum og það er ekki fyrir við finnum orsökin af þessu sem við getum kannski farið að sjá einhverja góða þróun í því að geta komið í veg fyrir þetta og líka í lækningunni því að enn sem komið eru þau bara að slá á einkenni að reyna að hægja á þessum sjúkdómi við erum ekki komið lengur að það og hefur lengi verið þannig. Já. Þetta er alveg, eins og segið, þetta er alveg efni í nýja fyrirlestur alltaf þessar pælingar. Það er auðvitað miklu betra fólk sem eru sérhæft í þessu sviði sem geti svarað miklu meira um þetta heldur en einhver svona Google sérfræðingur. Hefur þið ekki bara tætt þetta? Jú. Það sé hún tala um hótt matræði. Já. Nákvæmlega. Fáðu ykkur sérstaklega. Ég ekki gefa þau gott það. Mér langar aðeins að ég ætlaði að fara að byrja að hjóla og var í Reykjavík í vor og pröfaði hjól. Bara svona venjulegt hjól, rafmagnshjól. Það var flott á því. Ég enda á andlitunni í götu því ég hélt ekki jafnvæginu. Svo sem dóttir mér sér það á Facebook að vera auðvitað svona fríhjól.
og við vorum stödd í Reykjavík og ég hringdi bara, herði, ég í Reykjavík og ég kem núna. Og við fórum bara beint og keyptum það. Það voru 4 sem biðu eftir að fá að kaupa þetta hjól, sko. Og ég ákvaði að koma á hjólinu hér í dag, það er hérna úti. Svo sem þið getið skoðað. Og svo erum við búin að finna búð í Hafnarfirði sem heitir Garðabæ, sem heitir Móbíl. Og það er svona tengt sjúkratryggingum. Og þannig að maður getur keypt hjól gegn sjúkratryggingar. Er það að borga eitthvað niður eða? Já. Það er eins og ég er búin að beða sjúkraþjálfarann að senda fyrir mig beiðni að ég vil öðruvísi hjól. Og það er svona bara með venjulegu sæti, ekki hnakk. Það situr bara í venjulegu sæti. Og það er svolítið lægra en þetta og betri dekk á því og svona flottara og Hvað heitir þessi búð? Móti? Móbíl. Þetta er ekki mobility. Mobility. Já, það heitir, já. Já, Sigga. Ég er ekkert mjög góð í ensku, sko. Nei. En ég er búin að hjóla 70 km síðan ég fékk það í júní. Já. Og við höfum tekið það, við höfum mikið búin að ferðast á húsbíl og við höfum bara tekið hjólið með okkur á húsbílinn, aftan á húsbílinn og ég stakk hann af í barnavegistri hann var á rammarsjóli, rammagnir virkaði ekki og ég. Og þá voru skildu við eftir. Sko mína. Flott hjá. Svo að ég er örugglega fyrir ekkert með Einar að hjóla. Já, alltaf velkomin. Við Einar kynntust nefnilega á Reykjavík 2021. Það vorum saman í hóp. Og þar fórum við í talkennslu og þá vorum við í kappmáli það að hver geti öskra sem hæst og lengst. Ég vann hann alltaf. Svo fór ég á fjöruveiðans í sumar og heimsótti þau og baði þau að koma og vera með fyrirlestur og þau voru svo æðislega að koma. Takk hérlega. Þau eru hér. Já. Takk fyrir að taka mótið. Og frábært að vera með ykkur. Og svo bara endilega fá okkur bara kaffi og með því. Já. Það er salat, það er mjög gott. Já. Svo er það mjög gott líka. Hætnaðist ekki útsendingin bara vel hjá? Já, hvað? Endilega vídeo. Ekki maður búin að læka við þetta? Það er lítið röð. Eða thumbs down, sko. Endilega vídeo.